Og áfram höldum með föstudagsþáttinn og nú ætlum við aðeins að fræðast votlendi og endurheimt þess. Til mín kominn Bjarni Jónsson, framkvæmdastjóri Votlendissjóðsins, ekki satt? Jú, takk. Velkominn. Takk fyrir. Segðu okkur nú aðeins, við ræstum svolítið hressilega fram landið okkar hérna árum áður og erum svolítið kannski að átta okkur á því að við fórum aðeins fram úr okkur kannski. Já, það er rétt. Á senastu öld að þá hófst þessi framræsing votlendis. Og það hafði náttúrulega ákveðna sögulega skýringar á því að Íslendingu fjölgaði svolítið hratt og þá þurfti náttúrulega líka að fara að framleiða meiri landbúnaðarafurðir og til þess þá þurftu menn stærri svæði til þess að yrkja. Stækka túnin sín og svona? Já, þannig að það var farið af stað með framræsingu og síðan var ákveðið að greiða fyrir að moka þessa skurði og sem sagt það gekk alveg eftir með framleiðsluna og hún jókst alveg stórkostlega. En nú þurfum við kannski að fara að fylla upp í þessu skurði því að þetta var ekkert svo gott fyrir loftslagið. Nei, menn náttúrulega voru ekki með þau vísindi á þeim tíma en núna náttúrulega undanfarinn áratugum að þá er það komið ljós að með því að grafa svona skurði þá gerist annað að þessi lífræni massi sem í jarðveginum það er hann sem gengur í samband við súrefni og þá fer að losna gróðurhúsalofttegundir. Því að í votlendinu þá var þetta bara að mynda mólög og bara batt koltvísýringin. Nákvæmlega. En núna þegar við ræstum þetta allt fram þá fór þetta að losna miklu hraðar. Já, og náttúrulega myndun mýrar og móa, mors í mýrlendinu, hann náttúrulega í raun og veru, þetta eru kolefni og það er það sem jörðin hefur þúsundir ára verið að byggja upp. Og það eru stabbar í landsvæði sem eru sko margir metrar sem eru svo að brenna upp þar sem er framræsing, þar sem vatnið lekur af svæðinu. Já. Og sko maður hélt einhvern veginn að þetta gæti orðið erfitt því að það væru öll túnin ennþá í notkun en það er ekki svo. Það er innan við 20% af þessu sem við ræstum fram sem er í dag notað sem tún. Já, það er svona talað 15% af því landsvæði sem er framræst í dag sé undir landbúnaðarframleiðslu og þess utan er svona ykkur 10-15% sem er notað til þess til beitara og meðalans á hrossum. Er það ekki bara rakið að fylla upp í hina skurðina? Það finnst mér alveg kjörið. En það er kannski ekki samstæð þetta, hvernig er staðan? Sko, ég skynja jákvæðni og ég hef nú talað til dæmis við landeigendur bæði einstaklinga og annar og forystubænda. Ég skynja mikla jákvæðni og skilning á því að þetta sé loftslagsverkefni. Því að það sem er markmið okkar hjá Votlendissjóðnum í raun og veru bara að móka ofan í skurði til þess að koma í veg fyrir losun gróðurhúsalofttegunda. Er þetta þá kannski, erum við að fara sömu leið og við fórum hérna í den að bændur fái kannski borgað fyrir að móka ofan í skurðina? Er þetta eitthvað svoleiðis? Já, ég get alveg hugsað með það. Ég held að það væri mjög æskilegt að væri hvati, hann mun ýta þessu af stað svolítið hressilega. Því að við þurfum að hafa alltaf það í huga að við höfum ákveðið markmið til að vinna í. Já. Og það gildir til 2030. Við þurfum að minnka hér losun gróðurhúsalofttegunda verulega. Var það 40%? Já, það er 40% af því sem tilheyrir loftslagsbókhaldinu. Votlendið og önnur landnotkun og landgræðsla, hún tilheyrir ekki þessu bókhaldi. Nei. En að sjálfsögðu náttúrulega ef þú mokar ofan í skurði eða bindur kolefni með skógrækt, þá hefur það allt að segja í stóra dæminu. Og inn á þessum votlendi.is, þar eru ýmis fróðleikur og gaman að kynna sér og hver og einn getur í rauninni tekið þátt í þessu með því að bara setja pening í sjóðinn. Já, það er mikið rétt og það hefur gerst töluvert að einstaklingar eru að vilja kolefnisjafna sín flug eða jafnvel sín lífstíl og leggja inn einhverja fjárhæðir á einu svona ári og núna gerist það er einstaklingar sem vilja borga mánaðarlega í sjóðinn, bara búa til þá svona greiðsluferil í heimabankanum sínum. Og það talaði að sko flug fram og tilbaka í Evrópu, 5.000 krónur í þennan sjóð, muni kolefnisjafna það flug. Já, og gerir aðeins betur en við viljum svona hafa borð fyrir báru því að við erum alltaf þurfum svo að framkvæma það þarf að móka hann í skurði
og við lendum kannski í einhverju verkefnum sem eru dýr og við þurfum að eiga fyrir því. Hvað mikið í sjónum? Það uppgefið? Já, það eru einhverju 20 milljóna. Ég man ekki nákvæmlega stöðun en einhvers staðar á milli 20 til 30 milljónir en vel að merkja sjóðurinn ekki nema rétt rúmlega ársgamall. Þetta nýtt verkefni. Þetta nýtt verkefni. En sérstæðans töluverð því að við höfum samskipti annars vegar við landeigendurnar. Og landeigendur geta verið þá bændur eða fjölskyldur sem eiga gömur ættaróðul, einstaklingar sem eiga jarðir, ríkisjarðir eiga töluvert af eignum og svo þjóðkirkjan. Þannig að þarna alls konar variasjónur. Við erum að hafa samband við þessa aðila og svo þurfum við að fjármagna og það þá annars vegar með framlegum einstaklingan en líka með framlegum fyrirtækja. En ríkið, kemur það inn í þetta eitthvað? Þetta allt fyrirtæki og einstaklingar sem hafa búið til? Já, það er allt fyrirtæki og einstaklingar. Vísu hefur umhverfisráðherra veitt okkur rekstrarstyrki því að ég lít nú á Votlendissjóðinn sem svona hálfgert startup fyrirtæki því að og það startup fyrirtæki þarf á ákveðna fjármögnun rekstrar að halda í tiltekinn tíma. Þannig að við erum náttúrulega alltaf að leita okkur að rekstrar fjármögni svo við þurfum ekki að ganga á þau framlög sem hafa þegar komið inn. Og það eru nokkuð stór fyrirtæki sem hafa þegar stutt okkur. Og eru margir? Þú ert þarna væntanlega í fullri vinnu. Eru fleiri með þér? Nei, ég eini launaður starfsmaður. Ég yfirbyggingin. Eru hinir allir bara hugsunarvinnu? Já, sko stjórn Votlendissjóðs, við búum svo vel að í henni sitja sko 10 einstaklingar sem eru ótrúlega duglegir umhverfissinnar. Og þeir eru boðnir og búnir til að vinna þessu máli lið. Og það er alltaf gott að geta haft svoleiðis stuðning. Og svona bara smá skúp, þú varst að funda með fólki í Eyjafjarðarsveit, yfirvöldum þar, stjórnvöldum þar. Hvað sögðu þeir? Eru þeir til í þetta? Þeir eru mjög jákvæðir. Já, ég mjög ánægð með viðtökurnar. Og búið að kortleggja hvaða skurðir hægt að fylla upp í þar? Reyndar ekki, það er svona framtíðarmúsík. Það næsta verkefni? Já, það er næsta verkefni. Og svo þarf þetta að sýna mér á eftir að því ég var að reyna að finna út úr þessu með kortasjána á vefnum ykkar. Þar birtist mynd af Íslandi í ýmsum litum og þar getur þið bara skoðað það ekki. Hvað er framræst, hvað er nýri? Nákvæmlega, þessi vefsjá ættuð frá Landbúnaðarháskólanum. Landbúnaðarháskólinn hefur haldið til þessu utanum að búa til kort yfir alla skurði á landinu. Gríðarlega metnaðarfullt og þeir eru bara 34 kílómetrar. Við verðum að sýna stutt vídeo hérna, þar sem að þetta sést allt myndrænt. Hvað þetta í 25 sinnum ringurinn í kringum Íslandi eða eitthvað. Þetta alveg magna. Það setur margt í samhengi. En þessi vefsjá Landbúnaðarháskólans, hún líka með svona þekju, það hægt að hafa þekju yfir sem sýnir þessa liti. Og brúnlitur sýnir það sem framræst votlendi. Appelsínugullitur, hann sýnir það sem ósnert votlendi sem hérna til. Og svo náttúrulega tún og móa og allt hvað eina. En svo bara hægt að sjá út úr þessa kortavefsjá með því að loka fyrir þessa fítusa og sér maður landið ofanfrá. Bjarni, takk kærlega fyrir að koma í þáttinn og segja ykkur frá þessu. Við erum öllu nær endurheimt votlendis og hvetjum fólk til að bara kíkja inn á votlendi.is og taka þátt í þessu og bara alla taka vel í þetta. Takk fyrir að bjóða mér hingað. Losun gróðurhúsalofttegunda ein stærsta áskorun heimsbyggðarinnar í dag og við Íslendingar erum þar ekki undanskildir. Þegar öll þekkt losun gróðurhúsalofttegunda á Íslandi skoðuð, sést að langstærstur hluti, eða 66%, kemur frá framræstu eða röskuðu votlendi. Dæmi, á meðan nýr lítill fólksbíll losar árlega 2 tonn af koltvísýringi, losar framræstur hektari lands, sem aðeins stærri en heill fótboltavöllur, 20 tonn. En hvað hefur votlendi með losun gróðurhúsalofttegunda að gera? Votlendi þeim eiginleikum gætt að vegna hárrar vatnsstöðu í jarðveginum skortur á súrefni og því rotnar gróðurinn ekki heldur safnast upp í mólög, oft í nokkur hundruð eða þúsundir ára. Við framræslu fer vatnið úr jarðveginum og súrefni kemst að lífræna efninu sem þá byrjar að rotna. Gróðurhúsalofttegundir losna, streyma út í andrúmsloftið og valda hlýnun jarðar. Eftir því sem framræsta landið stærra, verður losunin meiri. Samanlögð lengd skurða á Íslandi 34.000 kílómetrar, sem rúmir 25 hringir í kringum landið. Í dag innan við 20% framræsts lands nýtt til ræktunar í landbúnaði. Tækifærin til að draga úr losun því veruleg, í góðri sátt við þá sem starfa í landbúnaði.
Með því að fylla aftur upp í skurði sem hafa lokið hlutverki sínu, endurheimtum við votlendið. Endurheimt votlendis áhrifarík, einföld og ódýr leið sem byrjar strax að skila árangri. Fyllum skurði og færum land til fyrra horfs. Kynntu þér starfsemi Votlendissjóðs og legðu þitt af mörkum á votlendi.is.